það mikilvægasta sem við getum gert fyrir heilsu okkar þegar kemur að þyngd að hætta að reyna að hafa áhrif á þyngd okkar. Taka það bara algjörlega út úr myndinni. Af því að þetta líka bara þáttur sem að ef við ætlum að bera saman við, heilsuvenjur og aðra þætti líf okkar eins og streitu, gæðist svefns, matarvenjur, hreyfingu, þrek, áfengisnotkun, tóbaksnotkun, jaðarsetningu, ójöfnuð, að þá þyngd bara þetta svo lítil breyta í heildarmyndinni að það tekur ég varla að tala um það og það á ekki að tala um það segjum við sem að erum fyrir þyngdarhlutar sem nálgun af því að það skaðlegt. Það bara lesa yfir hausamættunum á okkur. Ha? Og það bara, Tara, offita alvarlegur og lífshættulegur sjúkdómur. Við þurfum að hafa það á hreinu. Og og ég bara eitthvað, býtu, what? Hvað? Þú veist, ég bara fraus. Ég bara, býtu, hvað að gerast? Fólk talar alltaf þú veist, hvað þetta hlýtur að hafa verið erfitt fyrir mig, bara ógeð sem að ég var fyrir, þú veist, í fjölmiðlum og kommentakerfinu og bara, þú veist, nauðgunarhótanir, þú veist, símtöl frá nafnlausum aðilum, þú veist, bara gargandi á mig og þú veist, það var ógeðslegt og hafði þetta mikil áhrif á mig. En ekkert hafði jafn djúpstæð áhrif á mig og þessi framkoma af hálfu annars heilbrigðisstarfsfólks eða eitthvað svona yfirvalds í heilbrigðisþjónustu og þú veist, það var ekkert þegar ég hætti og fer í mína vinnu, sjálfsvinnu að það þurfti ég aldrei áfalla úrvinnslu út af ykkur sem gerist í kommentakerfinu eða fjölmiðlum, en þetta þurfti ég áfalla úrvinnslu á því ég var gerð að engu. Ég heiti Tara Margrét Vilhjálmsdóttir, ég félagsráðgjafamennt og fékk snemma áhuga á líkamsvirðingu og fitufordómum og hef svona í kannski 12 ár, það var ég í þessari baráttu og að afla mér sérfræðiþekkingar líkamsvirðingu, fitufordóma og þyngdarhlutlausa nálgun að heilsufari. Í rauninni mætti segja að þú hafi verið að rjúfa þögnina eða hvað þegar þú sendir inn umsögn þingsályktunartillögu heilbrigðisráðherra aðgerðir gegn offitu eða eitthvað? Já. Þetta var svona, einmitt, ég steig alveg út úr þessi í febrúar 2022 minni mig og hef eiginlega ekkert líkamslega bara stopp og ég þurfti bara að hlúa sjálfum mér og fara bara í massífa vinnu og en ég hef samt ennþá skoðanir, ég brenn ennþá fyrir þessu málefni og og ég veit ekki nákvæmlega hvað gerðist þarna af því að hingað til þegar ég hef reynt að gera eitthvað í minnstæða að ég bara fengi líkamlega viðbrögð og taugakerfi bara settum töldu á hliðina en það var eitthvað svona uppgjör og það kom mér bara verulega óvart að ég skuli hafa bara getað skrifað þessu hvað þá að skilin inn. Já, það? Ég var alveg bara, þú veist, ég vissi í raun að vera ekki hvað ég var komin langt í batanum fyrir en ég settist niður og skrifaði þetta. Þannig að þetta kom öllum mér og öllum í kringum mig bara verulega óvart. Ok. Þú veist, hvað það sem að þér finnst fólk almennt eiga erfitt með að skilja þegar að umræðan heilsu og fitu eða offitu og svo framvegis? Viltu aðeins svona útskýra það? Já, bara svona til þess að leggja grundvöllin af minni gagnrýni að þá þurfum við aðeins að fara inn í þyngdarstjórnunarkerfi líkamans. Já. Og þyngdarstjórnunarkerfi líkamans bara með elsta partinum af líkamskerfinum okkar og þetta við erum að tala bara að þetta partur af heilastofnunum okkar, þetta eitthvað sem hefur þróast með okkur í 100.000 ára og hefur slípast til í gegnum þennan tíma og þetta fjallar sem sagt hungur og settumerkin okkar
og hvernig þau lúta sömu lögmálum og merki sem líkaminn meðtekur kulda og hita og alltaf að reyna að ná þessi samvægi sem við lærðum í grunnskóla. Að hann alltaf að reyna að halda okkur í góðu jafnvægi. Þannig að þegar við tölum það, við eigum bara að geta haft stjórn á líkamsþyngd okkar, að þá er það bara alrangt. Líkaminn stjórnar því fyrir okkur. Og við erum núna búin að vera að rannsaka þyngdarstjórnunarkerfið og meðrunatilraunir núna í rúma öld. Og við vitum út frá þeim rannsóknum að viljastyrkurinn hefur engin áhrif nema mögulega tímabundið. Mögulega getum við farið í einhver átök og gengið fram með hörku og gengið yfir mörkin og borða minna og æft meira og allt það og lést eitthvað tímabundið. En það sem að líkaminn upplifir þegar við gerum þetta, hann er ekki, Tara, hún er bara í meðrun og er eitthvað að reyna að huga heilsunni og léttast og eitthvað. Hann upplifir þetta sem hungursneyð. Og það sem hann gerir til þess að koma líkamanum aftur í jafnvægi á þann þyngdarpunkt sem hann var áður en við fórum í meðrunina, hann beitir alveg rosalega flóknum og klárum mótvægis aðgerðum. Og þú veist, hann hægir á brennslunni, hann færir eitthvað til þess að vera með algjörða þráhyggju fyrir mat. Þú veist, það er svo margt. Þetta er rosalega flókið kerfi sem að færa okkur svona til þess að endanum að springa á limminu eins og við tölum það þegar við erum í meðrunum. Og þegar að líkaminn fæ bara svona dálítið nóg af þessar á hungursneyð og hann er að fulla að reyna að halda okkur á lífi og venda okkur frá hættunum. Fyrir honum hann upplifir þetta sem lífshættu. Þetta er tráma sem að líkaminn er að upplifa. Og hann í raun að veru neyðir þyngdina okkur aftur upp. Og í 1/3 til 2/3 tilfella að þá hugsar hann, ég ætla að verja mig fyrir frekari hungursneyðum eða komandi vantarlegum hungursneyðum og hann sem sagt gerur okkur þyngri en þegar við byrjum. Fólk sem byrjar í meðrun nær að léttast, það nær bara að viðhalda, það er kannski bara 3-5% sem ná að viðhalda þyngdartapinu til lengri tíma. Og þegar við skoðum þann hóp sem næra viðhalda þyngdartapinu til lengri tíma, þegar við skoðum hvað er það að gera öðruvísi en allir hinir, að það sem að birtist okkur eitthvað óhuggulegt, við erum að tala bara í mörgum tilfellum, auðvitað ekki öllum, og það erum að sjá mjög svona restrictive behavior, svona eitthvað sem að maður myndi kannski hugsa að væri mögulega átröskun eða orthorexia eða annað, sko. Já. Þetta er ekki eitthvað sem við getum sagt, ég ætla bara að láta þetta reyna. Kannski verði ég eitt af þessum 3-5%. Þú veist, ég meina, þá bara texta ekki og ekkert málskilur við. Af því þetta hefur verulega skaðlega áhrif á heilsu okkar. Og þú veist, þegar þetta eykur líkur á öllum þessum sjúkdómum og kvillin sem við tengjum svo oft, sem við heyrum oft í umræðunum offitu. Þú veist, eins og þessi lífstilskvillar. Hárblóðþrýstingur, sykursýki 2, hjart- og kransæðasjúkdómar, þetta eykur líkur á átröskun, bara helsti orsakavaldurinn, helsti tryggjarinn að nýra átröskun, stærsti tryggjarinn er meðrun. Þannig að þetta eykur líkur á eykur dánatíðni. Þannig að þetta er mjög skaðlegt heilsu okkar. Að vera svona að reyna að svindla á þyngdarstjórnunarkerfi líkamans. Það mikilvægasta sem við getum gert fyrir heilsu okkar þegar kemur að þyngd er að hætta að reyna að hafa áhrif á þyngd okkar. Taka það bara algjörlega út úr myndinni. Af því að þetta er líka bara þáttur sem að ef við ætlum að bera saman við, þú veist, heilsuvenjur og aðra þætti líf okkar eins og streitu, gæðist svefns, matarvenjur, hreyfingu, þrek, áfengisnotkun, tóbaksnotkun, jaðarsetningu, ójöfnuð, að þá er þyngd bara þetta er svo lítil breyta í heildarmyndinni að það tekur ég alltaf að tala um það og það á ekki að tala um það, segjum við sem að erum fyrir þyngdarhlutfallsnálgun, af því að það er skaðlegt,
af því að það eykur líkur á megrunartilraunum sem að kemur þessu ferli af stað, eykur líkur á átröskunum, fitufordumum, jaðarsetningu, slæmu aðgengi að heilbrigðiskerfinu. Þetta veldur miklu meira skaða en gagni. Og þess vegna tölum við þyngdarhlutlausa nálganir sem skaða minnkandi nálganar. Og við höfum alltaf að taka skaða minnkandi nálganar. Bara, þú veist, það er ekki neinn spurning það. Þegar við tölum munin á þyngdarmiðum og þyngdarhlutlausa nálgunum, að þá vitum við að þyngdarhlutlausin er miklu árangursríkari til lengri tíma. Já. En þetta er risastórt atrið. Þetta er hræðilegur einhvern veginn kross fyrir þetta samfélag að bera, hvað við erum upptökin af útliti og hvað við erum að skamma okkur mikið, hvað við erum að brjóta okkur mikið niður, og það er alltaf erfitt að heyra einhvern veginn, þú veist, hvernig fólk einhvern veginn talar sjálf sig og hugsar sjálf sig, af því að þú veist, enginn á þetta skilið. Frænka mín, hún var 50, eða 50, og var alltaf búin að vera sko feit, eða bara svona, já, í ofþyngd, getur við sagt. Og hún var líka búin að vera að glíma við andlega erfiðleika, þú veist, þunglindi og kvíða og svona. Nema hún var, þú veist, einhvern veginn, bara með aðstoð, bara orðin virk og komin út á vinnumarkað og þú veist, og var bara svona varfann að líða dálítið vel og eitthvað svona. Svo fer hún til læknis, og að því að hún var búin að vera með eitthvað svona verk, ég man ekki alveg hvað það var. Fer til læknis og það er svona, já, eitthvað, bara, það er basically ekki hlusta á hana. Og hún að segja, þú veist, það er eitthvað verkur hérna. Herðu, svo kemur bara ljós að, ég man ekki hvort hún var með bæði krabbamein og eitthvað annað, og það var ekki hægt að grípa inn í, að því ef það hefði verið trýta krabbameinið, þá hefði hitt gerst, eða öfugt. Þannig að hún var bara dauðadæmd, af því að það var ekki hlusta á hana. Sko, byrja. Hvað, frænka henni í dag? Já. Hún er dáin. Hún dó. Samrækist. Já, takk. Það er bara svo skýrt dæmi hvernig fordómarnir í rauninni svona alvarlegasta birtingamynd af þessum eingronu fordómum. Og þegar ég segi þetta, þá er ég ekki að segja að læknandi sem hún hitti eru illa innrættur og hati feitt fólk. Ég er bara að tala það er eitthvað gallað, það er eitthvað að. Samengi við þetta, ég þarf að segja sögu af því þegar þetta var 2019. Já, þetta var í ágúst 2019. Svandís Svavarsdóttir sem var heilbrigðisráðherra þá. Hún var að leggja fram sykurskattsfrumvarp og eitthvað og talar að það sé einlegi til þess að bregðast við offitu vandanum eða offitu faraldrinum eða eitthvað. Samtökum líkansvirðingu gagnrýndi þessa orðræðu. Af því að þegar við tölum feitt fólk sem faraldur eða vanda eða byrði á heilbrigðiskerfinu, þá skapar það andúð gagnvart feitt fólki í samfélaginu. Og sem sagt svona nokkrum dögum síðar fæ ég símtal frá aðstoðarmanni landlæknis og hann er að bjóða samtökum líkansvirðingu á samstarfsfund þar sem við tölum þessa gagnrýni og hvernig hægt er að tala þetta á betru skaða minni hátt. Og þetta var svona í fyrsta skipti sem að okkur var boðið í svona samtal við heilbrigðisyfirvöld og ég bara, oh my god, bara geggjað, bara við getum lagt okkur að mörkum og bara loksins vera að hlusta. Og þetta í ágúst 2019 sem að fundurinn haldinn og landlæknir á þeim tíma var Alma Möller sem núverandi heilbrigðisráðherra. Ég fer ásamt öðrum stjórnarmeðlimi á þennan fund og það líka annar læknir, sérfræðilæknir í offitu sem þarna gegnir. Hann er yfirlæknir á sviði gæða og eftirlits með heilbrigðisþjónustu. Og ég labba þarna inn og ég labba inn og ég sé þarna að því að þarna er verið að gefa líka út klíniska leiðbeiningar meðferð offitu fyrir fullorðna og við skrifum umsögn hana af því að þessar leiðbeiningar eru bara algjörlega þyngdarmiðaðar og að við
álitum skadalegar og ég man að ég labba inn og ég sé umsögnin okkar útprenta á borðinu, þú veist, með alls konar miðum í og þú veist, það var greinlega búið þau lesa þetta og ég bara, heyrðu, geggja? Hér er kona sem kynntir sér málin. Já. Heyrðu, svo hefst fundurinn og það fyrsta sem að kemur, það er bara lesa yfir hausamætturum á okkur. Ha? Og það er bara, Tara, offita er alvarlegur og lífshættulegur sjúkdómur. Við þurfum að hafa það á hreinu. Og ég er bara eitthvað, býtu, what? Hvað? Þú veist, ég bara fraus. Ég bara, býtu, hvað er að gerast? Og og ég byrja eitthvað svona, já, sko, en þyngdar hlutlaus nálgun og fytu fordómar. Og ég man að Alma var bara svona, hvað er það að segja? Og ég bara þyngdar hlutlaus nálgun. Þú verður að stafa þetta fyrir mig, ég ætla að skrifa þetta niður. Og sko, í umsögninni sem að var þarna fyrir framannana var náttúrulega heilt kapli þyngdar hlutlaus nálgun. Ok. Og sem sagt, þessi yfirlæknir sem að er þarna yfir eftirlit og gæðum heilbrigðisþjónustu. Hann lætur þau flaugur falla að fytu fordómar innan heilbrigðiskerfisins hafi kannski einu sinni verið vandamál en eru það ekki lengur og að fólk sem að kvarti undan fytu fordómar innan heilbrigðiskerfisins er bara óþarlega viðkvæm. Já. Þú veist, bara stjarfræði þekking mín, þú veist, fagleg reynsla, menntun mín, lifi reynsla, öll svo reynsla sem ég hafi tekið við frá fólki kringum mig og hafi treyst mér fyrir því var gerð að engu á sem fyndi. Og á þessum fyndi fættist sem sagt bara svona minn síðasti aktivismi sem var ákall til heilbrigðisyfirvalda til þess að vekja athygli á skaðsemi þyngdarmiðaðra nálgunar og til þess að sýna fram á að fitufordómar væri kerfisbundið vandamál innan heilbrigðiskerfisins sem þurfti að rífa upp með rótum. Og við söfnum reynslusöm til þess að sýna bara svart á hvítu að fitufordómar væri mjög raunverulegt vandamál og það þyrfti að fara að gera eitthvað í því. Fólk talar alltaf þú veist, hvað þetta hlýtur að hafa verið erfitt fyrir mig, bara ógeð sem að ég var fyrir, þú veist, í fjölmiðlum og kommentakerfinu og bara, þú veist, nauðgunarhótanir, þú veist, símtöl frá nafnlausum aðilum, þú veist, bara gargandi á mig og þú veist, það var ógeðslegt og hafði þetta mikil áhrif á mig. En ekkert hafði jafn djúpstæð áhrif á mig og þessi framkoma af hálfu sko annars heilbrigðisstarfsfólks eða eitthvað svona yfirvalds í heilbrigðisþjónustu og þú veist, það var ekkert þegar ég hætti og fer í mína vinnu, sjálfsvinnu að það þurfti ég aldrei áfalla úrvinnslu út af ykkur sem gerast í kommentakerfinu eða fjölmiðlum, en þetta þurfti ég áfalla úrvinnslu á því ég var gerð að engu og þú veist og einhvern veginn, þú veist eftir þetta, eftir að við gefum frá okkur ákallið, þá er settur saman starfshópur sem á að fjalla þessi mál og á að vera grunnurinn að þessari þingsályktunartillögu sem nú komin í ljós. Okay. Samtökum líkamsrækningu var ekki boðið sæti í þessum starfshópi. Heldur og þessi starfshópurinn var mjög þyngdarmiðaður og það voru sjúklingasamtök sem að fengu sæti en þau voru að berjast fyrir sjúkdómavæðingu. Okay. Og þetta var mjög stórt áfall fyrir mig og ég man að ég hugsaði bara ef að ég hefði, mér leið bara eins og ég hefði brugðist öllum, þú veist, brugðist öllum sem að treystu mig fyrir sögum sínum. Já. Og ef ég hefði bara verið meira dipló, ef ég hefði verið svona, ekki verið jafn hvöss, ef ég hefði ekki verið að gaggrina jafn mikið, þá kannski hefði ég fengið að vera með. Og en
svo ástæðan kannski fyrir því líka að ég kemt aldrei svona úr felum núna, það var að því að þegar þessi þingsályktun til að kemur út, að þá var það mjög frelsandi fyrir mig. Af því að, eins og ég segi, þú veist, það voru, þó svo að skýrsla starfshópsins hafa verið kannski þyngdarmiðari heldur en þyngdar hlutlaustari, en þá var samt ágætt jafnvægi í einu og það var lögð áhersla á að það þyrfti að passa að fara ekkert í aðgerðir sem að myndi valda skaða og horfa á þetta út frá breiðum grundvelli og passa hvernig við tölum þyngd og offitu og allt það og vinna gegn fitufordómum og allt það. Þannig að þegar þessi þingsályktun til að kemur út og það einhvern veginn múin að henda öllu þyngdar hlutleysi úr þessari skýrslu út gluggann, að þá ég bara, já, einmitt. Það hefði ekki breytt neinu þó svo ég hefði verið með, af því það átt aldrei að hlusta. Þú veist, það var bara, það eitthvað agenda þarna og ég eiginlega bara alveg ótrúlega fín að hafa ekki verið með í dag, þú veist, af því ég bara svona, ok, vá, það hefði bara verið enn eitt skellurinn einhvern veginn. Já, einmitt. Þetta byrja sem siðferðisleg vandi. Já. Og feitt fólk siðferðislegra, þú veist, læra sett. Það latara, það heimskara, það gráðura, þú veist, það allt þetta, þú veist, út frá líka mitt siðferðislegum og trúarlegum gildum. Og síðan það ekki fyrir en bara núna undanfarnar kannski 2-3 áratíði sem að þessi sjúkdómavæðing fer á fullt. Það? Já. Oh my god! Ég meina, ef það hefði farið til læknis, þú veist, 1920, bara heyrðu, ég bara alltaf feitt, getur hjálpað mér að grenna mig, læknin hefði vísað þér út. Já. Þetta mjög mikilvægt atriði að það engin sjúkdómur, krankleiki eða kvilli sem bara feitt fólk fær. Það engin heilsufarskvilli sem bara specific fyrir feitt fólk. Þannig að það sem við erum að tala að þú ert feitur og þú labbar inn á heilsugæslu og þú ert með háan blóðþrýsting, að þá ertu einhvers konar stigar á offitu sjúkdómsskalanum sem heitir Edmonton-skalinn og þú ert greindur með offitu sjúkdóminn. Já. Og þá að fara í þyngdarstjórnun og allt þetta skiluru og bara alvarlegt mál og allt það. Já. Ef þú eins og í kjörþyngd og labbar inn á sömu heilsugæslustöð með sama kvilla, háan blóðþrýsting, að þá ertu bara einstaklingur með háan blóðþrýsting. Sko, þannig að þegar fólk alltaf að tala nei, við erum að tala heilsu, við erum ekkert að horfa á þyngd og allt það. Hver breytan sem ákvarða hvort þú ert með offitu sjúkdóminn eða ekki? Getur þú svaraði? Það ekki þyngdin? Jú, það ekki líkamsþyngdarstuðullinn? Það virðist vera, sko. Já, einmitt. Að greinast með offitu rosalega stimpill. Já. Og sem að hefur bara mjög, þetta bara sjálfstætt bara svona neikvæð áhrif. Og einmitt að því við erum alltaf að tala að því við erum búin að vera að tala streitu, að vera fyrir fitufordómum og jaðarsetningu, sko, verða fyrir reynsla fitufordómum útskýrir næstu þriðjung af öllum þeim krankleika eða sjúkdómum sem við tengjum við offitu. Þegar við tölum að öll þessi heilsufarslega hættu sem stafar af offitu, að þá hugsa við alltaf, ok, það fituvefurinn, það holdafæri, en þetta rosalega flókið samspil af afleiðingu þess að vera fyrir fordómum, jaðarsetningu, lakra aðgengja heilbrigðiskerfinu. Jú, í einhverjum tilfellum það fituvefurinn, það líka, þú veist, það heilsuvenjur og allt það sem að hafa áhrif. Þannig að segja að þetta staf alltaf offitu alveg ótrúlega ofur einföldun og einmitt skaðlega því að það eykur á fitufordóma. Þú veist, við erum föst í einhvern vítarhring þegar við tölum svona. Einmitt. Þessi þingsályktun til að gengur í raun að vera út af það að sjúkdómsvæða holdafar. Það að segja að allir sem eru í sem sagt offitu séu með offitu sjúkdóminn. Og eins og ég segi, þú veist, og þarna fara fulltrúar þyngdarmiðjunnar alltaf í baklás og segja það ekki rétt, við erum ekki að fara að greina
alla sem að út frá líkamsþyngdar stuðulskalanum og allt það skiluru. En eins og ég var að tala áðan að þá það samt aðalbreytan fyrir því ef einhver feitur labbarinn á heilsugæslustöð með eitthvað sjúkdóm eða kvilla hvað það getur verið kvíði. Þá hann með offitusjúkdóm. Já, einmitt. Þú veist, það er breytan sem skiptir máli og þú veist, það bara staðreynd. Já, einmitt. Þannig að, og þá að fara í raun að vera að kerfisbinda innan heilbrigðiskerfisins að við séum að greina offitusjúkdóminn og lausnin við offitusjúkdómnum er þyngdarstjórnun. Og jafnvel þó svo að við löpum inn feit til læknis og við erum stálhraust, við erum ekki með neitt krankleika, það ekki hægt að segja að við séum óheilbrigð á neitt hátt, en við erum samt feit, að þá erum við á lægsta stigi offitusjúkdómskalans og þá á samt sko að fara í þyngdarstjórnun aðgerðir til þess að varna því að viðkomandi muni þróa með sér þessi sjúkdóma eða fitna meira. Þannig að það er alveg sama í raun að vera hvar heilsa þín er stödd. Ef þú ert feitur, þá ertu með sjúkdóm, þá ertu bara á fyrsta stigi sjúkdómsins. Og ofþyngd er þá, samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum, er þá forstig sjúkdómsins. Þó svo að allar rannsóknir sem að við þekkjum sýna fram að það að fólki ofþyngd það yfirleitt lifi lengur og er heilsuhraustara en fólki kjörþyngd. Já, það? Þá erum við sjúkdómsvæði, þetta er Vá, það er áhugavert. Það er mjög áhugavert, en þannig að sko fyrir mig sem að til dæmis sem það er mjög mikilvægt fyrir mig að það sé að ég fái gagnreynda meðferð við þeim heilsufarsvanda bara eins og fyrir okkur öll þegar ég fer til læknis. Jú. Þú veist, mun þetta þýða og já, þetta þýðir að þegar ég fer til læknis að þá er ég greind samkvæmt einhvers konar skala með offitusjúkdóminn og þar er alltaf fyrst og fremst að fara í einhvers konar þyngdarstjórnun. Og það er eitthvað sem að mun fæla mig frá því að leita mér heilbrigðisþjónustu. Það er alltaf kvíðavaldur að fara og leita mér heilbrigðisþjónustu. Og og það er stór hluti af fólki sem að mun hugsa það sama. Og það er ekki gert ráð fyrir okkur. Það er ekki gert ráð fyrir fólki sem að kýs eitthvað aðra nálgun á heilsu sinni, sem að er mjög alvarlegt af því að þú veist, með þú veist, saga átröskunni til dæmis algjör frábeiting frá því að ávisa einhvers konar þyngdarstjórnunarúrræði. En það er ekkert verið að spá í því, þú veist, þetta getur verið mjög hættulegt heilsufólks. Já, einmitt. Átröskunni er með banvæting gersjúkdómum í dag, veist, og hefur bara mjög alvarlegar afleiðingar. Einmitt. Þá mætti halda að fólk haldi eða sé að túlka eins og gagnrýni þína og sem sko að þú sért á móti bara heilsu, þú veist, að þú bara sért á móti því að fólk hugja mataræðinu, að fólk hreyfi sig og svo framvegis. Hvernig er að þurfa alltaf að útskýra það aftur og aftur og aftur? Ég er ekki á móti því sem að hefur verið rannsakað og sýnt fram og er gott fyrir okkur. Þú veist, það er bara þessi einmitt útlitsmiðaða þyngdar fókuspunkta miðaða nálgun sem þú ert að gagnrýna. Þetta getur verið mjög frústrerandi og þú veist, einhvern veginn fólk vil meina að ég sé ofta afneita, þú veist, mótsvara fólk er ofta einhvern veginn, við erum búin að vera fitna. Ég bara, ég veit, ég hef aldrei sagt annað, við erum búin að vera fitna, það er bara staðreynd. Og ég hef aldrei í raun að veru holdafar er áhætti þáttur. Ég hef aldrei sagt annað og með hækkandi BMI stuðlu upp úr BMI 30 þá sjáum við meira og meira áhættu. En máli er bara
hverju er þessi áhætta til komin á meðan flestir eru bara eitthvað, já, þetta er bara offitan og fólk er bara ekki að hreyfa sig og fólk er bara latt og bara bara með kafsi í henni og Dominos í annari. Þú veist, þetta er rosalega flókið samspil af endurteknum þyngdartapstilraunum. Því feitara sem þú ert, því líklega ertu til þess að hafa farið í fleiri meðranir og farið oftar í jójóið. Þú veist, það er fitufordómar, það er jaðarsetning og allt þetta. Lakara aðgengi að heilbrigðiskerfinu. Þú veist, þannig að ég hef aldrei verið ósammála því. Ég er hins vegar ósammála því að þetta sé einhver orsakaþáttur. Og að þeirri einföldu ástæðu að fylgningssamband er ekki orsakasamband. Eitt af því sem er mjög mikið vara við, réttilega í skýrslu starfshóp og þingsályktunartillögunni eru ofgefli meðranir út af öllum þeim atriðum sem við höfum rætt hversu skaðlegt það er fyrir heilsu okkar. Þess vegna er svo áhugavert að sjá að þær meðferðir og úrræði sem er verið að fjalla þingsályktunartillögunni, sem sagt offitu meðferðir eru einmitt offitu aðgerðir eða lyfjameðferð með til dæmis Wegovy. Og þetta eru aðgerðir sem meðferðir sem miða að því að slökkva á þyngdarstjórnunarkerfi og svona bæla hungrumerkin okkar þannig að við náum að léttast. Og það er svona verið að fara bakdreið og svindla á því. Og til dæmis með lyfin, við höfum bara aldrei séð áður fyrir utan aðgerðir jafn hratt og mikið þyngdartap. Ég held að það sé að meðaltali 16% eða eitthvað svoleiðis. Og það er verið að tala um þetta bara sem bara kraftaverkalyf í raun og veru. Og það tala um að þú þurfa að vera á því til lífstíðar. Af því eins og með öll önnur lyf að það virkaði bara með þú ert á þeim. Mega sens. Já. Það sem er aldrei fjallað er það að það er ekki fræðilegu möguleiki fyrir neitt að vera á þessum lyfjum til lengri tíma hvað þá til lífstíðar. Og það er bara eitthvað sem við sjáum af rannsóknum sem að lyfjafyrirtækin sjálf er að gera. Og til dæmis Novo Nordisk sem framleiðir Wegovy gerir 4 rannsókn á Wegovy og hvernig fólki gengi að missa þyngd og viðhalda þyngdartapinu. Og við upphaf rannsóknunar voru 8.803 einstaklingar sem að byrja á lyfinu og þeir fá lyfið ókeypis og þeir eru að fá næringaráðgjöf og allt það. Og þeir missa slett af þyngd og gengur bara vel og svo sjáum við að þyngdartapinu viðhaldið öll þessi 4 ár. Og það er risastórt, það er bara eitthvað sem við höfum ekki séð í þyngdarstjórnunarrannsóknum bara núna í rúma öld. Svo skoðum við þetta aðeins nánar og við sjáum eftir þessi 4 ár, hvað eru margir eftir í rannsókninni? Það eru við 1000. Þannig að þessi rannsókn sem að Novo Nordisk í raun og veru setur fram á bara þetta er sönnun á því að Wegovy hjálpa fólki að viðhalda þyngdartapinu. Rétt fyrirsögn væri þessi rannsókn sýnir að lyfið okkar eða Wegovy hjálpar 10% af fólki að viðhalda þyngdartapinu til 4 ára. Og þetta er náttúrulega rannsókn á vegum Novo Nordisk og sem að yfirleitt koma betur út heldur en svona raunveruleikin. Og við sjáum það að Taylor og lyfjagagnagrunum, til dæmis í Bandaríkjunum, sýna okkur að 85% þeirra sem að hefja meðferð á þessum lyfjum eru ekki lengur á þeim eftir 2 ár. Og þá erum við ekki lengur erum við ekki eins og að tala um beinar aukaverkanir af lyfjunum sem eru til dæmis brisbólga, blinda og bara listin er alltaf að lengjast og hópmálsóknunum flæðin. Já. Þannig að, og sko afleiðingarnar eins og kemur fram af þessi mjög hraða og mikla þyngdartapi. Það er til dæmis tilgreint í þingsályktunartillögunni að í kringum 4% er komið vanarungu innan 12 mánaða. Það var það sem ein rannsókn sýndi. Önnur rannsókn sýndi mun hærri tölur, það verið 38% á bara innan við hálfu ári. 40% af öllu þyngdartapinu er vöðvatap.
og og fólk er náttúrulega bara mjög orkulaust, það er Já. lítil virkni af því að það er í svelti ástandi Já, og þannig að það er lítið að hreyfa sig, þú veist, bara heilsugæslan er með leiðbeiningar fyrir fólk sem er á þessum lyfjum, bara þú þarft að passa prótínintök og allt það sem það er verið að bæta prótín í allt mögulegt eins og pasta þessa dagana og þetta meira sig að slekkur á þorstatilfinningu. Já. Þannig að fólk er líka með vökvaskorst. Oh my god. Allt í nafni heilsu. Og þetta það var að mæla með þessu. Þetta er aðal meðferðin sem er verið að innleiða með þessar þingsáleituna tillögu og sko, en að því að líkamann okkar aftur er svo klár. Já. Hann, einmitt, við sjáum það, hann er að snúa þessu við. Já. Að fólk sem hættur á lyfjunum, Já. það þyngist 4-falt hraðar. En ef það hefði bara farið í hefðbundna megrun. Nei. Jú. Nú er verið að vara, nú er allt þetta fólk að vara við öfgafyllum megrunum á sama tíma og þetta er öfgafyllsta megrun sem við höfum séð sem við byrjum að skoða þyngdarstjörnukerfi líkamanns fyrir rúmri öld. Það sem að þetta fólk þú veist, bara reynir að gaslýsa okkur að gildi þessari meðferðar er að það notar önnur orð. Það segir, þetta er offitu meðferð og þetta er ekki megrun, þetta er ekki megrun okkur. Þetta er tilraun til þess að koma jafnvægi að þyngdarstjörnukerfi líkamanns. Já. Það er bara að endurskýra eitthvað sem við þekkjum svo vel og við vitum hverja afleiðingarnar af og halda að þú veist, þá sé þetta bara útrætt mál. Wow. Þannig að sko við erum að tala um útlit, við erum að tala um holdafæri ekki heilsu, við erum að tala um að þetta eru öfgakenda megrunir og sama hvort við endurskýrum það eða hvað. Þú veist, líkamannum okkur er alveg sama um það. Þú veist, það er oft talað um að þessi partur af líkamannum eða heilanum er blindur að heyrnarlaus. Hann upplifir þetta alltaf sem sama hlutin, hungursneyð. Hann fer alltaf í sama panik ástand, hann fer alltaf í sömu mótvægisaðgerðir, þetta er alltaf sama tráma fyrir hann. Og sko, þegar allt þetta fólk sem er búið að létta svona mikið, sem sagt, hættir á lyfjunum og þolir þau ekki lengur öllu heldur og þyngir svona hratt aftur, þetta er öskrandi rautt flagg fyrir þróun átröskana. Hver er að grípa þetta fólk? Þetta er líkamlegt og andlegt tráma. Hver er að grípa þetta fólk? Það er ekki gert neinsta ráð fyrir þessu í þingsályktastillögunni eða þessum aðgerðum. Þetta er og þú veist, það er bara svo magna að sjá að þetta fólk komast upp með þetta bullshit og þessar gaslýsingar og þetta einhvern veginn bara, já, þetta er bara tilraun til þess að koma jafnvægi að þyngdarstjörnunarkerfi líkamanns, þetta er engin megrunarkúrar. Þú veist, ástæðan fyrir því, ég tala oft um þetta sem þyngdarmiðanálganir og hversu langt það er að ganga. Þetta er rosalega illa samsett spilaborg og hún myndi aldrei standa, og hún er svo illa samsett og hún myndi aldrei standa af sjálfu sér nema hún vera límd saman. Límið sem að heldur spilaborginni saman er fitufælni samfélagsins og okkar eigin fitufordómar. Af því að við erum svo ótrúlega sannfærð það sem er búið að vera tönnlast á í áratugi að offita sé hræðilegur heilsufarslegu vandi og við verðum að megra okkur og við verðum að vera hér og þar og þú veist, gera eitthvað í þessu að við bara kleipum við þessu. Og það er alltaf það sem við vorum að reyna að stinga gata og svona aðeins að bræða þetta helviti slím á spilaborginni og það er ástæða fyrir því að ég skýrði Facebook-síðuna mína fitufordóma gleraugun af því að þú veist, þetta er svo lúmst og það er svo erfitt að sjá í gegnum þetta. Þessar tilraunir einhvern veginn til þess að endurskýra eitthvað öfgafylla megrun og hverja sem eitthvað annað sem þeir munu koma verulega hausinn á okkur. Og sko eftir nokkur ár, þú veist, bara eftir 5, 10, 15, 20 ár að þá munum við sjá að þetta hefur haft verulegar heilsufarslegar afleiðingar, munum líklegast vera enn feitari og allir þessi kvillar sem við erum að tala um sem tengdir og offitu, þeir verða algengari
og hérna því að við erum bara alltaf föst í sömu hjólförunum. Við erum ekki tilbúin til þess að læra af reynslunni, við viljum bara ganga lengra. Já. Ertu búin að missa vonina að þitt sjónarmið ná í gegn einhvers staðar það sem það skiptir máli? Ég held að það vera ekki mínu lífstíma, bara því miður. Ég er mjög vonlaus, já. Þetta er bara þetta sem ég fór út í, full af eldmóð og krafti og vilja og ég tapa henni. Það er bara þannig. Og það er bara svona síðasta smiðushöggið í baráttunum mínu var tekið með þessari þingsályktun.